Góðan daginn. Ég ykkur velkomin í spjallað í Smárakirkju enn á ný og ég með frábæra vinkonu og yndislega konu, Lindu Baldvins hérna hjá mér. Hún lífsmarkþjálfi, hún samskiptaráðgjafi, hún pislahöfundur á Smartlandi og hún gerir meira en það. Hún líka pislahöfundur hjá La Vida Liverpool í Bretlandi. Þannig að bara Linda, velkomin til okkar. Takk fyrir að bjóða mér, Skan. Já, gaman að hafa þig. Ég bara glöð að koma. Já, ég langar til þess að bara fara svolítið svona vítt og breytt kannski með þér núna. Já. Og langar kannski að spyrja þig bara til að byrja með, hvað lærðir þú í COVID? Hvað finnst þér? Í COVID? Já, 2020. Veistu, ég held að þetta tímabil sé mikið reynslutímabil fyrir okkur öll. Og ég held að það sem kannski við flest höfum lært mest að sýna æðruleysi og hvíla okkur. Aðeins að stöðva okkur í þessu brjálæði sem við vorum svolítið komin í. Og ég held að það sé dýrmætasta lexían. Fullt af lexíum reyndar. Ég held að við höfum lært að virkja ímyndunaraflið okkar. Ég held við höfum lært að svona endurnýjast sem fjölskylda. Og ég held líka að við höfum lært að til dæmis ef við lítum á í desember, bókasala jókst. Þannig að við erum farin að nýta okkur aðferðir sem við gerðum hérna áður fyrr sem að komu ró á okkur. Og ég til dæmis hérna í gamla daga vissi ekki betra heldur en að fara að sofa með góðri bók og svo steinsofnaði ég út frá henni. Þannig að þetta róandi og við erum öll að leita eftir þessari andlegu velsæld og við erum búin að vera að leita svo víða í langan tíma og sumir fara allavega til Tíbet til þess að gera það og meðan aðrir fara í kirkjur og við erum alltaf leitandi. En ég held að á þessum tíma höfum við kannski endurnýjað svolítið orkubyrðar okkar og í rauninni höfum uppgötvað gildi þess að hvíla. Og finnst þér það mikilvægt? Var þetta eitthvað sem við þurftum að læra? Já. Sko, ef við horfum bara á líf, ég var einmitt með námskeið þar sem ég lét dóttur mín að lesa upp típiskan dag hjá ungri móður. Og hún gerði það reyndar á 2-3 mínútum. En dagurinn sko streita frá því þú vaknar og þangað til að þú dettur niður fyrir framan sjónvarpið, búin á því, hefur engan tíma fyrir sjálfan þig og börnin okkar, þau eru nokkra mánaða komin í fulla vinnu á leikskóla og við veitum öll hvernig hávaðin til dæmis þar. Það bara streitu valdandi. Það vantar þetta jafnvægi í daglegt líf og síðan var það nú þannig að svo var farið með börnin í Smáralindina eða Kringluna helgar eða skemmtigarðana, það þurfti alltaf að vera að gera eitthvað. Börnin eru í íþróttum, þau eru í alls konar tómstundum og ég ekki sett út á það, en þetta orðið of mikið. Þau fá ekki frí helgar. Þau þurfa hvíld. Og ég held ég veit að það eru margir ósammála mér þarna, en ég verð samt að segja það að dýrmætustu stundirnar til dæmis sem ég átti sem krakki, það voru þessar svona samveru stundir fjölskyldunar, þar sem kannski var ekki verið að gera svo mikið. Heldur bara við sátum og hlustuðum á útvarpsleikritið sem var á 50-kvöldum minni mig. Nú eða fórum í heimsókn til systurna mömmu og hennar barna og áttum kvöldstund og það var kvöldkaffi og bökuð brúnterta og eitthvað. Þetta eru stundirnar sem ég man. Eða þegar ömmur mínar voru að passa mig og það var dekkað upp borð og sett á borðið kannski sparistellið og bakaða lummur. Þetta er það sem ég man. Ég man ekki eftir jólapökkunum, ég man ekki eftir hvernig föt ég átti. Ég man ekkert eftir því hvernig umhorfs var í rauninni heima hjá mér. Líklega hefur bara verið allt í lagi vegna þess að mamma var snyrtileg og allt svoleiðis. En þetta ekki þau atriði sem eru að skipta máli upp á minningar okkar. Og þetta eru kyrrðarstundir sem ég man eftir. Og ég held að, nú á ég barnabörn í dag og ég veit að þær stundir sem þau eiga með mér eru þeim dýrmæt af því að þau fá að vera bara gjörsamlega í ró, friði, enginn að reka eftir þeim, það ekki neitt í gangi, annað en bara slökun.
Börnin mín tala að 2020 hafi verið besta ár lífs þeirra og þau lýsa svolítið því sem að þú ert búin að vera að tala hér. Það bara miklu meiri ró, við erum að gera miklu meira saman og það bara svona, það meiri nánd. Já. En á þessum tíma, þar sem að við erum að upplega kannski meiri nánd, við erum meira með fólkinu sem að við elskum, fólkinu sem að stendur okkur næst, þá líka áberandi hvað í öllum könnunum einmanaleiki virðist vera að aukast. Hvernig stendur á því? Það kannski mjög skiljanlegt, en ég ætla að bæta því samt við að rannsóknir til dæmis sem gerðar voru, eða rannsókn sem gerð var í skóla einum hér í borginni, sýndu fram á það að börnin okkar í COVID og í þessu ástandi þar sem þau voru kannski einmana svolítið heima hjá sér, að þá samt sem að þau sváfu þau betur og kvíði þeirra minnkaði. Og það vegna þess að þau ekki með dagskrá sem fyllt allan daginn frá morgni til kvölds. Og við verðum að fara aftur og finna gömlu göturnar. Og ég veit að, sem finnst ég hundleiðilega að segja þetta, en ég verð bara að segja þetta vegna þess að ég veit hvernig ég fungera þegar að dagskráin mín full frá morgni til kvölds. Já. Og hvað erum við að sjá í nútíma þjóðfélagi sem að kannski var ekki svo mikið af og allavega aldrei talað um það. Og ég held að það hafi ekki verið mjög mikið af því. Það þessar útbrunnu húsmæður. Já, það mjög mikið um það. Og útbrunni krakkar sem hafa ekki tilgang, krakkar sem kannski í tilvistakreppum og þau í kvíða og þunglyndi. Við verðum að skoða hvers vegna þetta svona. Má ég spyrja, getur verið að það sé einmitt út af því að það ekki nóg mikið balans og fólk þar að leiðandi ekki með hæfni til þess að kannski tengjast. Við erum bara einhvern veginn alltaf á hlaupahjólinu og út af því að við erum ekki búin að leggja rækt þessu nána sambandi fólks á milli. Getur það haft áhrif á þetta? Að sjálfsögðu. Og það svolítið gaman að segja frá því ég fæ sendar spurningar hérna á La Vita Liverpool, þar sem ég skrifa. Og ég fekk spurningu daginn þar sem var ung kona með 2 börn og mann. Og hann var fann að vinna heima, mikil pressa á honum, það starfið hans jafnvel í hættu og hjónabandi sem var kannski stundum eins og gerist bara og gengur bara lægður og svona einhver tímabil. Þetta var orðið óþolandi ástand hjá þeim vegna þess að þau kunna ekki vera saman. Þau kunna ekki að vera allan daginn í umgengni við hvort annað. Já, og hjónabandið það bil að fara, geðvonska, pirringur, börnin veit ekki hvernig það að vera og ég held að þetta sé bara því miður, kannski allt of algengt vandamál akkurat í COVID af því að við kunnum ekki þetta rólindis líf sem og ef við förum til dæmis yfir í bændastéttina fyrir ekkert svo löngu síðan, þá til dæmis var alltaf verið að leggjast eftir hádegið. Yndislegt. Ég meina það voru hljóma vel. Það nefnilega hljóma vel og það hljóma líka vel að gefa sér tíma í amstri dagsins til þess að endurnýja sjálfan sig og suðrænar þjóðir, við tölum að þær séu latar en þær kunna taka síðastu. Já. Og þetta eitthvað sem við mættum taka okkur til fyrirmyndar því að við erum í sjálfu sér þjóð sem að lítur á dugnað sem svona dygð sem það en dygðin farin að skemma fyrir okkur og þá hún komin í andhverfu sína. Þetta farið að skemma væntanlega jafnvægið á milli vinnu og einkalífs. Algjörlega. Og ég held bara að við höfum haft það kannski of gott og nú geta margir sagt nei, ég hef það ekki of gott vegna þess að það líka margir í þjóðfélaginu sem bara hreinlega hafa það mjög slæmt. Þannig að ég ekki að gera lítið úr því. En sem vestrænt þjóðfélag held ég að við höfum haft svona viðmið sem eru skökk. Og ég held að þessi viðmið séu það að það engin maður með mönnum nema nái svo miklum árangri. Og árangurinn þá einna helst falinn í því hversu háan titil færðu, hversu mikið laun færðu, hversu stórt hús áttu eða flottan bíl. Í stað þess að horfa á innri gildin. Hvernig manneskja ertu? Hvaða karakter ertu? Hvað langaði til þess að eiga í minningabankanum þínum þegar þú ferð hérðan? Og hvað viltu skilja eftir þig?
í rauninni í tilfinningum hjá börnunum þínum eða barnabörnum og hvað minningar viltu skapa? Já, svo rétt. Hvernig, þú veist, ef að fólk í þessari tilvistarkreppu, það finnir fyrir einmanleika og það vill í rauninni bæta líf sitt. Hvað myndirðu ráðleggja fólki? Þú talar þessi innri gildi og hvað mikilvægt að hafa þessi innri gildi. Þú veist, og þegar öll á botninn hvolft, að þá skiptir svo mikið mál karakter. Hvernig myndir þú nálgast, hvað myndirðu mæla með fyrir fólk sem vildi byggja sig upp með þeim hætti? Sko, að því ég svaraði kannski ekki almennilega þessari einmanaleika spurningu þín áðan. Það langar mig að koma inn á það að einmanaleiki er mjög mikill í dag vegna þess að við höfum riðilað svolítið til fjölskyldumynstrinu eins og það var hér áður fyrr. Og til dæmis ömmur og afar eru mikið til útivinnandi. Þau búa ekki inn á heimilum hjá börnunum sínum. Þau eru ein út í bæ. Fólk er skilið og miskilið og allavega. Og þannig að sko, það er mikið af fólki sem er eitt í lífinu. Og ég man nú ekki tölurnar en það var gerð rannsókn í kringum held ég 1940 út í Bandaríkjunum á einmanaleika og það var viðmiðið eitthvað ákveðið en þá var það þannig að það var eitt ríki af hvað eru það mörg Bandaríkin? Já, af 50 ríkjum þar sem að þetta fór yfir viðmiðunarmörk. Síðan var þessi sama rannsókn gerð árið 2000 og þá var hún yfir í öllum ríkjum. Þannig að við sjáum hvernig einmanaleiki í heiminum er að vaxa. Þrátt fyrir að það sé miklu meira framboð á alls konar hlutum sem að geta í rauninni skemmt þér stutta stund, afþreyingar og annað slíkt. Já. En þá virðist einmanleikin, eins og þú segir, hann virðist samt aukast. Þannig að það er ekki, svarið greinilega ekki fólki í því. Nei, sko það er eins og hún Brené Brown, vinkona mín sem hún er náttúrulega ekki vinkona, sem við elskum og köllum hana vinkonu, þó ég hef kannski ekki hitt hana beint persónlega. En ég hef allavega verið í návígi við hana. En hún segir sko það er þrennt sem að skiptir okkur máli sem mannverur og þetta er út frá rannsóknum sem hafa verið gerðar. Og það er það að tilheyra, að vera elskaður og að reyna á sig, að sýna hugrekki. Og það sem að vantar hjá þeim sem einmana oft á tíðum er það að tilheyra og að vera elskaður. Og í ástinni og kærleikanum er falin einmitt þetta, þú veist, snerting og kannski uppörfun og svona þetta að þú skiptir máli. Hérna áður fyrr var það þannig að foreldrarnir voru fengnir til aðstoðar við hitt og þetta sem var í gangi. Í dag er bara farið í bakari og keypt eða hvernig sem það er. Og það vantar oft tilganginn. Þegar börnin eru farin að heiman, og nú tala ég bara fyrir sjálfa mig. Og þá finn ég að það sem að skortir, og ég á þessar samræður við vinkonur mínar, sem eru einar, okkur skortir þessa mannlegu nánd. Börnin okkar eiga sitt eigið líf og það er uppfullt eins og líf allra annara af lífi. Og stöðugri dagskrá. Stöðugri dagskrá, þannig að kannski er ekki svo mikið rými fyrir okkur og þá kemur kannski á móti að við förum að draga okkur líka svolítið í hlé og leyfa þeim eiga þennan litla part sem er eftirhandaðum til þess að skapa eitthvað gott í líf sitt. Þannig að það myndast þessi gjá kannski á milli og svo eru við kannski ömmurnar og afarnir líka að vinna. Þannig að við höfum ekki heldur tíma. Nei. Þannig að þetta endar kannski í því að þetta er bara að það er verið að biðja okkur að passa og það eru kannski samskiptin. Eða þá að börnin fá að gista, barnabörnin. En kannski ekki svo mikið af þessum samskiptum sem að voru. Ef ég tek mömmu til dæmis, hún var alltaf inn á heimilinu hjá mér. Ein spurning sem ég langar að spyrja í þessu samhengi. Þegar við erum að tala um börn og til dæmis ömmur og afa, hver í rauninni er ábyrgð á samskiptum? Sko, ég myndi segja að það er náttúrulega jöfn ábyrgð á milli foreldra og ömmu og afa. Þannig að sko, börnin náttúrulega kannski ber ekki ábyrgð á því fyrir þau eru orðin nógu stór til þess að geta þá tekið sína eigin ákvarðanir með það. En ég allavega segi, ég var alin upp fyrir það að það var mitt að koma með börnin til mömmu og pappa og síðan var það þeirra að sýna kannski þá á móti, það var svona jafnvægi. En mér fannst ég alltaf bera þá ábyrgð að leyfa börnunum mínum að kynnast ömmu og afa og þar af leiðandi fór ég alltaf með þau.
Þannig að, en ábyrgðin auðvitað hinna fullorðnu í öllum tilvikum. Þannig að, og ég ber alveg jafn mikla ábyrgð kannski í dag og börnin mín á því að hafa samband og sinna börnunum og stundum bara lítill tími og því miður allt og lítill tími og ég held að sé öllu að kenna. Og helgar eru börnin okkar út að borða, það mikið það í dag að ungt fólk nýtir helgarnar í að fara út að borða með vinum sínum og annað til þess að mynda einhverja svona gæðastundir og þá náttúrulega bitna það kannski á svona fjölskyldu heild einhverju. Plús það að við erum skilin og börnin lenda í vandræðum, á ég að bjóða mömmu mat, á ég að bjóða pabbi mat. Já, það margir þættir sem spila inn í dag sem voru kannski ekki áður. En það að finna þetta kannski í gullna jafnvægi og þannig að það finnir sig engin svona einmana. Það þarf ekki nema eitt símtal að kvöldi og segja mamma allt í lagi með þig, bara svona og segja góða nótt. Þetta ekki mikið sem þarf. Eða ef þú ert að ferðalagi, viltu láta mig vita þegar þú komin á leiðarenda, viltu koma í mat helgina eða getur þú hjálpa mér? Ég veit það bara sem móðir, mér finnst mjög gott ef ég beðin aðstoð með ekkert endilega passa, heldur bara að fá að tilheyra. Og þetta með þessa mannlegu nánd og snertingar, við þurfum á þeim að halda, svo sannarlega. Og hvað með börnin í þessu samhengi? Hvað myndi þú segja væri gott fyrir börnin? Þú talar samskipti við foreldra, búið til rými, passa að það sé ekki ómikil dagskrá, það sem að jafnvægi og samskipti við af og ömmu, sem náttúrulega gríðarlega mikilvægt. Tekur svolítið eftir með þessa æsku. Hún svolítið svona orðaforðin sem að eldra fólk kemur oft með inn í líf barna. Hann orðin takmarkari, þannig að maður heyrir það bara orðaforðanum að þau eru ekki kannski mikið í kringum eldra fólk. En svo má ekki gleyma því nefnilega að sko eldra fólkið, það hefur lífsreynsluna. Það hefur líka meiri áhrif oft á börnin heldur en foreldrarnir. Af því að foreldrarnir eru í uppeldishlutverkinu á meðan að amma og afi eru í að fræða. Og við verðum einhvern veginn að koma þessu fyrirkomulagi á aftur fyrir börnin okkar. Vegna þess að ég veit til dæmis að stundum þá drekka börnin í sig það sem að ég segi. Af því að þau eru að heyra heim sem að þau kannski þekki ekki. Þau segja ekki, æ amma, þú veist, hættu þessu. Þau myndu kannski gera það við mömmu sinni, æ, ég nenni ekki að hlusta á þetta. Já, þau myndu gera það. Já, það bara svolítið þannig. En sko, ég held þetta sé vanmetið. Ég man eftir ömmu minni til dæmis, hún var viskubrunnur og margt af því sem ég stend fyrir í dag kemur frá hennar lífsreynslu, hennar lífsskoðunum og viðhorfum. Þannig að við megum ekki vanmeta þetta. Þannig að eflum endilega tengsl barnanna, eða fjölskyldunar allrar. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Og ef að til þess kemur að fjölskyldan losnar og það verður skilnaður í fjölskyldu. Hvernig í rauninni hægt að venda börnin eða passa upp á þau að þau lendi ekki í einhverjum og einmitt einmannaleika og allir finni sitt? Hvernig myndirðu snúa þér í slíkum málum? Sko ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir fullorðna fólki að halda í vinskap, sé einhver möguleiki á því að börnin finni ekki að þau séu í togstreiti á milli foreldra þannig að þau megi ekki vera hjá þessu foreldrinu eða hinu foreldrinu. Ég held að það sé mjög mikilvægt að koma líka upp reglu í sambandi við hátíðir og annað slíkt. Ég held líka að það sé mjög mikilvægt að foreldrarnir sko séu ennþá foreldrar. Að það sé ekki þannig að pabbi segi já og mamma segi nei. Heldur að þau séu í samráði hvað æskilegt og hvað leyfilegt og allt það. Refsingar ef það inn í myndinni að taka tölvuna af einhverjum í einn dag eða hvað svo sem það að það sé samkomulag það þó að foreldrarnir séu ekki á sama stað. En auðvitað þetta ekki alltaf hægt því að stundum það nú þannig að það kannski óregla og annað slíkt sem maður kemur inn í og auðvitað þarf þá að meta það hverju sinni og þá með til dæmis félagsráðgjöfum eða stuðningsaðilum. En að reyna að halda vinskap, að reyna að svona koma börnunum í skilningum að þetta ekki þeirra
sem sagt sök. Nei, einmitt. Þau halda oft að þau hafi gert eitthvað eða þeim að kenna, þau hafi ekki staðið sér nógu vel, þau hafi ekki verið nógu góð eða eitthvað slíkt. Það er að koma algjörlega í veg fyrir það að þeim geti dottið það í hug. Og ég myndi segja að það er alltaf gott að fá bara aðstoð við að takast á við svona málefni. Og samskipti væntanlega til að byrja með þess að hjálpa kannski að móta og varða samskiptin. Algjörlega. Það séu góð og uppbyggileg væntanlega líka. Það er æskilegast. Því miður og þá er það nú oft í skilnuðum að það er jafnvel annar eða jafnvel báðir aðilar mjög reiðir og svona sárir þegar að skilnaðurinn gengur í gegn. Þannig að það sem er æskilegt er ekki kannski endilega framkvæmanlegt. En þá er að minnka skaðan eins og hægt er, passa sig kannski á því hvað við segjum hinn aðilann og reyna að halda svona, já, hvað ég var að segja, bara virðingu. Maður hefur oft heyrt að foreldrar eru kannski í rauninni gera börnin sína að einhverjum svona trúnaðarmanni sem manni finnst oft á tíðum ekki æskilegt því að foreldri er kannski sárt og reitt og þá er í rauninni barnið einhvern veginn í miðjunni. Sko ég held að auðvitað er það ekki æskilegt. En ég held aftur á móti, alltaf þegar við erum að tala um mannlega tilfinningar, að þá er það þannig að við erum kannski í áfalli. Og þegar við erum í áfalli þá hugsaum við ekki rökrétt. Þá erum við bara svona svolítið í fight and flight svona viðbragði. Og þá stjórnumst við sko ef við erum í jafnvægi á einhverju 5, að þá er það þannig að þegar við lendum í áföllum í lífinu, þá fer kannski streituskalinn okkar alveg upp í 9, 10. Og þegar við erum þar, þá bara bregðust við rangt við. Og ég held að verðum líka að passa okkur á því að dæma okkur ekki of hart fyrir það að við bregðumst ekki við á fullkominn hátt. Vegna sem við verðum að gera ráð fyrir því við erum mannleg. Í dag í þessu þjóðfélagi sem við lifum að þá er einhvern veginn fullkomnun takmarkið. En við verðum líka að gefa okkur leyfi til þess að vera mannleg, að gera mistök, reyna síðan bara að leiðrétta þessi mistök eins og við getum, en hins vegar verðum við að gefa okkur líka leyfi til þess að finna tilfinningar okkar. Að kannski gerum við mistök í tilfinningunum okkar, en að koma tilbaka og segja fyrirgefðu, mér varð á, get ég bætt þetta? Eða ég ætla að bæta þetta og gera það. En ekki að við svona ætlumst til þess að vera þessar súper konur eða menn sem að daginn í dag gerir svolítið kröfu Förum aðeins í að vera miskunnsöm, ef að segja það. Og ekki bara við aðra, heldur við okkur sjálf líka. Og reynum að þetta gullna sem að Kristur kenndi okkur, að aðgát skal höfð semst í nærveru sálar og komdu fram við náungan eins og þú vilt að hann komi fram við þig. Ég held að þetta sé bara reglan sem við ættum að fara eftir. Getum við alltaf? Nei. Og þá verður það að fyrirgefa okkur. Og við þurfum aðeins að snúa tilbaka, bakka og kannski taka nýja stefnu. En við þurfum að náða okkur. Við erum ekki fullkomin. Já, vel sagt. Nákvæmlega. Er mikilvægt fyrir fólk í þessari stöðu að spegla sig hjá ráðgjöfum og öðru slíku til þess að taka réttar ákvarðanir? Að mínum mati, já. Það er mjög mikilvægt. Og ég held að sé, sko, hérna áður fyrr, þá var nú aldrei talað um það. Og það var kannski enginn til staðar sem þú gast farið að spegla þig við þegar þú stóðst frammi fyrir, til dæmis eins og þú segir, skilnaði. En þú ert að fara í gegnum mjög tilfinningaríkt tímabil og fólk gleymir því oft á tíðum að skilnaður er á við það að missa maka. En það sem að gerist líka við skilnað er að þú missir kannski líka fjölskyldu hins aðilans og líf þitt raskast á allan hátt. Þannig að þetta er stórt og mikið áfall sem að jafnvel báðir aðilar verða fyrir. Skipsbrot í rauninni, jafnvel þótt að þú sért í rauninni búin að taka þessa ákvörðun, jafnvel þótt að þú sért makinn sem að tekur ákvörðunina. Algjörlega. Og það, sko, skilnaður verður ekki bara af því bara. Skilnaður verður vegna þess að tveir aðilar geta ekki séð sér fært að ganga götuna saman áfram, einhverju hluta vegna, mismunandi ástæður. Og
þar að leiðandi þetta eins og þú segir, það skipsbrot og þetta er áfall fyrir báða aðila, þetta breytingar á lífi fyrir báða aðila og jafnvel fyrir börn líka ef þau eru í spilinu og við skildum alltaf umgangast aðila eins og þeir séu í áfalli, ekki eins og það sé bara daglegt brauð og segja við, þú finnur bara einhvern annan, þú veist, það er einhver betri þarna úti. Þú segir þetta ekki við einhvern sem missir maka sinn. Þannig að ekki gera það heldur við þann sem stendur í skilnaði og sýnd honum það að hann tilheyri. Því miður er allt og algengt til dæmis að þessir aðilar eru ekki boðnir til dæmis í matarboð með hjónum eftir skilnað. Gerum ekki svoleiðis, það er ekki fallegt. Það er bara þannig. Að fólk upplifa ennþá það tilheyri. Endilega, vegna þess að við erum, hjarðdýr, við þurfum á heildina að halda og við megum ekki láta það glatast í heimi tölvana og þessara Zoom samskipta og allt það. Ekki gleyma nándin, ekki gleyma því að við þurfum að tilheyra. Við þurfum nánd, við þurfum að fá væntumþykju og kærleika frá okkar nánustu og vinum og umhverfinu. Þannig að þess vegna eru kirkjur til dæmis góðar til þess að mynda þetta nána samfélag, sérstaklega fyrir þá sem eru einmana. Og þeir sem eru fráskildir í dag til dæmis eru oft mjög einmana. Það er bara þannig, því miður. Mikið rétt að þér. Linda, svona rétt að lokum, 960. Já. Hvernig líður með það? Þú ert fallega konan, það sést ekki á þér. Ég ætla bara að segja það, Sibba mín, mér líður alltaf eins og ég sé 35. Já. Það er bara þannig. Og svo bara kemur A, B, C, D, E eða eitthvað eftir því. En ég er þakklátt fyrir það að ég er orðin 60, ég fekk 60 ár og vonandi pluss. Já. Og það er ekkert allir sem fá það. Og það er meiri eftirspurn eftir aldri heldur en framboð. Þannig að ég er þakklátt fyrir það og ég hef góða heilsu, ég hef góða vini og er bara, bara spennt fyrir framhaldinu. Já, auðvitað finn ég fyrir einu og öðru í sambandi við kannski heilsu og annað slíkt en ég er þakklátt. Ég hef fengið viðburðaríka ævi og þannig er ég hef gaman að áskorunum og hef gaman að því að takast á við eitthvað nýtt. Þannig, og ég er ekkert hætt því. Eins og hún sér, ég er 60 nýfann að skrifa í útlandinu. Svo spennandi. og ég veit ekkert hvert það leiði mig. En allavega á næstunni í útvarpsviðtal sem að verður þar í Liverpool borg. Já. Og ég einhvern veginn, ég hlakka til að fá að kannski að láta drauma mína svolítið rætast á næstunni. Og ég á marga drauma og ég er langt í frá hætt eða búin. Þannig að ég er bara glöð og sátt. Já. Takk fyrir komuna. Og ég vil bara hvetja fólk sem hefur áhuga og er í rauninni í einhvers konar millibilsástandi eða vill taka einhver ákvörðun varðandi framtíðina eða vanda sig í framtíðinni og einmitt og elta drauma sína. Það er tilvalið að tala við Lindu. Hún hefur reynst mér vel, hún hefur reynst mörgum vel, þannig að hafið samband við hana, hún er á Facebook og hún heitir Linda Baldvinsdóttir. Og Manngildi á Facebook. Og Manngildi, rétt. Og hver veit ég verði með einhver tilboð í gangi fyrir þá sem vilja. Frábært. Takk fyrir komuna, Linda. Takk fyrir að bjóða mér.